ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fara í heimsókn hingað í Ráðhúsið á Akureyri og heimsækja bæjarstjórann, en tilefnið auðvitað Akureyrarvaka og afmæli Akureyrar. En hvað má eiginlega segja þetta afmælisbarn? Það koma allir eins í heiminn og enda á síðan. Akureyrarvaka náttúrulega bæjarhátíð okkar Akureyringa en ekki síður afmælishátíð og þess vegna kannski bara viðeigandi að byrja á því að tala bara aðeins þetta afmælisbarn. Hvernig myndi bæjarstjórinn á Akureyri bara lýsa Akureyri? Hvers konar fyrirbæri þetta? Fyrsta lagi náttúrulega Akureyri hefur elst alveg afskaplega vel. Að mínum mati 155 ára gamalt sveitarfélag eða frá því við fengum kaupstaðarréttindi og Akureyri hefur þennan gamla sjarma með innbænum og með eyrinni og því sem hér í kringum okkur í samfélaginu. En jafnframt erum við algjörlega komin inn í nútímann. Við sjáum bara hvernig bærinn hefur fengið að þróast, fengið að vaxa, fengið að dafna, hversu nútímalegur hann hversu lifandi bærinn en samt eins og við þekkjum samfélagið okkar stutt í svona sveitabræginn og það að við séum svona eins og maður segir stundum svona pínlítið halló líka og það bara nauðsynlegt. En þannig er Akureyri, en þannig sé ég Akureyri og ég vona að fólk sé sammála mér. Bæjarbragurinn náttúrulega eitt líka, mannlífið. Akureyringa, ég segi alltaf Akureyringa, þetta eru íhaldssömustu íbúar landsins. En jafnframt eru þeir alveg ofboðslega framsýnir og þetta hljómar eins og andstæður en það er það sem svo gott við þetta að hér hafa menn alltaf velt hlutunum alveg ofboðslega vel fyrir sér og í rauninni gera ekkert nema að vera búin að hugsa hlutina vel og þess vegna vil ég meina það að bærinn hafi byggst svona upp eins og hann aðdráttarafl fyrir aðra til að búa, fólk vil flytja hingað og búa hérna og svo náttúrulega fyrir gesti vegna þess að við náttúrulega erum öflugasti túrista eða ferðamannabær landsins. Nú náttúrulega, það hefur ekki alltaf verið dans á rósum fyrir þennan blessaða bæ. Ég man að ég flutti hingað fyrir 20 árum og þá var bara, ég kem svona eiginlega bara alveg, það andast þessi gamli iðnaðarbær, bærinn að veita styrki til skinnaiðnaðar hérna, þessi Glerátorg núna og fólk hafði gríðarlegar áhyggjur af því hvert atvinnulífið og bara bæjarlífið færi í kjölfarið. Hvernig upplifir að Akureyri hafi tekist á við, það sem sumir vilja nú meina hafi verið svona okkar hrun? Öll samfélög ganga í gegnum svona bylgjur og Akureyri fengið svo sannarlega að finna fyrir því. En það sem er kosturinn við samfélagi hérna, það að menn hafa verið móttækilegir fyrir breytingum. Ég var að tala íhaldssemi áðan. Menn vilja halda í ræturnar og það svo íhaldssemi sem ég að tala En jafnframt verið tilbúin til þess að gera breytingar. Og það það sem hefur haldið okkur gangandi og hefur haldið okkur á tánum, við getum orðað þannig, að þrátt fyrir svona erfiðleika sem hafa komið upp í atvinnulífinu, hefur það bara búið til ný tækifæri. Og við höfum gripið þau tækifæri, verið dugleg, Akureyringar eru afskaplega duglegt fólk og framsýnt, eins og ég hef verið að segja. Þannig að þessir skellir, sem ég segi sem öll samfélag á einhvern hátt ganga í gegnum, að þá höfum við ekki einhvern veginn bugast eða auðvitað þurft að fá aðstoð og biðja hjálp og stuðning, þá aðalega við það að hugsa hlutina svolítið upp og nýtt, en litið svolítið inn á við, litið á tækifærin, litið á hvað höfum við upp á að bjóða og nýtt okkur það. Hvað við myndum nú fá bæjarstjórinn til þess að, nú ætla ég að koma 4 spurningar í einni, en hún samt ein, sjáðu þetta. Hvað þú myndir svótgreina Akureyri? Það búið að gera það nokkuð sinnum. Já. Þannig að nú þarf ég að fara að rifja upp skýrslurnar alla sem búið að Ekki skýrslurnar, bara það sem þér finnst. Styrkleikandi náttúrulega við Akureyri það hversu samfélagið íhaldsamt. Það lít ég á sem gríðarlegan styrkleika. Og vegna þess að það ekkert farið með okkur neitt. Við stöndum í lappirnar og við stöndum först á okkar. Og erum þess vegna stöndum líka þá þétt saman. Veikleikarnir hjá okkur eru þetta þeir að við erum
sko alltaf í samkeppni, sko samkeppni við Suðvesturhornið okkur náttúrulega alveg opaslega erfið og það gríðarleg barátta að halda í þennan status, svo í slettuna þess, sem við þurfum að hafa. Við erum höfuðborg, við höfum það, við erum að sinna ákveðinni þjónustu sem að Suðvesturhornið gerir, en við höfum þetta að leggja alveg gríðarlega mikið á okkur fyrir það. Þannig að veikleikinn okkar það getur verið sá að við erum svolítið langt frá hringiðunni sem á Suðvesturhorninu. Það oft erfitt fyrir okkur. Það líka ógnin að vera þessi stóri á landsbyggðinni og menn líta á okkur oft sem ógnina og við þurfum líka bara sko að axla þá ábyrgð sem við höfum sem stóra samfélagið á landsbyggðinni að við þurfum á litlu samfélagunum að halda, eða minni samfélagunum að halda og þau þurfa á okkur að halda. Og þannig að ógnin svo að við gleymum ekki þessu hlutverki okkar. Nú tækifærin að sjálfsögðu eru bara búa bara í mannlífinu hérna. Gríðarlega mikil mannauður í þessu samfélagi, bæði í fólkinu sem flutt hérna að og að sjálfsögðu í rótgrónum Akureyringum og það eru tækifærin sem við höfum að nýta okkur, fólkið sem við eigum. Heldur það var nú gömul mýta okkur Akureyringa, við tækjum afskaplega illa móti aðkomufólki. Þetta lítur að vera aðkomumaður sem gerir þetta og þetta var svona gaman. Ég man eftir þessu fyrir mig 20 árum. Ég er í þeirri stuð að geta svara þessu. Já, ég líka. Sem aðkomumaður, við bæði. Því að sko, alls ekki, ég get ekki tekið undir það vegna þess að mér var tekið alveg afskaplega vel. En ég hef líka sagt að ég fengi þessu spurningu nokkuð sinnum að þetta algjörlega undir manni sjálfum komið, hvernig manni tekið. Ef að þú sko, setur þig ekki inn í samfélagið og tekur því sem að samfélagið býður þér, þá lendur þú náttúrulega upp á kanti við það. Mér oft þetta svolítið fyndið, bara, þú veist, að því ég kem nú frá Reykjavík, bara verið aldrei dottið í hug, hefur einhver, þú veist, hvernig fólki tekið í Reykjavík? Nei, það dettur einhver mjög að spyrja því. Er einhver að banka upp á bara, velkomin á Keilugrandan, hér eru kleinur frá okkur nágrununum, þú veist, ég veit ekki alveg stundu hvað Ég veit ekki hvað mýta þetta sko, þú veist, auðvitað þannig að Akureyringar eru þannig, eins og ég upplifði á sko, að þeir eru ekkert endilega sko að gefa sér af þér sko ef þú vilt það ekkert. Nei, sem betur fer. Nei, þannig, já, má segja það. En maður vill vera í friði. Já, en ef þú sem sagt tilbúin að taka þátt í samfélaginu, þá bara tekið vel. Og ég segi sko, mínir traustustu og bestu vinir hafa búið hér, eru sem hverju fluttir í burtu og eða búa hér. Og ég hef búið í nokkrum samfélögum á Íslandi og þetta alls það sama sagan sko að þessi mýta líka þar. Að það sé tekið illa á móti fólki og það sem að svo ég komi nú einu varðandi Akureyringa og reynda gerist í mörgum samfélögum á landsbyggðinni hvað við tölum oft illa okkur sjálf. Það að segja, við erum sjálfum okkur verst. Og þar eigum við, sko, ég skil ekki af hverju við látum svona. Vegna þess að við eigum að tala fallega okkur, það fullt sem þarf að bæta og fullt sem þarf að laga. En horfum á þetta jákvæða, horfum á þetta fallega og þetta góða sem við erum búið að gera og það sem við getum gert. Og eins og einn góður maður sagði, þetta ekki spurning hvað samfélag getur gert fyrir mig, þetta hvað ég get gert fyrir samfélag. En eitt sem ég langar að tala við þig, bara að því að það svona, bara mér ofarlega í huga akkurat núna, þannig að þá bara tala ég það. Kvennalið Þór Káa, bara svona alveg aðeins að því að við tölum nú eitthvað sem við erum kannski pínu stolt af. Ekki bara pínu. Ekki pínu, heldur bara mjög, já, nákvæmlega. Hvernig upplifir bæjarstjórinn að fylgjast með þessu? Talað 9 fingur komin á Íslandsmeistaratitil, maður fær pínu í magan við að heyra það, hann erfiður útileikur gegn IBVF framöndan. Já, ég las nú líka viðtalið við Donna sko í vikunni og hann nú alveg raunsær sko. Já. Þetta ekki komið í hús og hann gerir alveg grein fyrir því að það auðveldara að missa þetta frá sér heldur en að klára þetta. En ég treysti honum alveg fullkomlega og þeim stelpunum alveg til þess að klára þetta. Þetta alveg náttúrulega alveg frábært. Þetta skapar rosalega mikla og góða stemningu í samfélaginu og þetta þekkja önnur samfélög, það sem gengur vel í íþróttum eða í öðru. Íþróttirnar hafa auðvitað svona ákveðin svona stimpil, ég meina þetta er svona, hvað maður segja, þetta er svona tímabil. Þú veist, við vinnum núna, svo kannski kemur nýtt tímabil á næsta ára, þá kannski gengur ekki eins vel og þannig að svona sálarlíf fólksins í bænum fylgir svolítið þessu. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að gangi vel í íþróttum, hvort sem það í boltaíþróttum eða öðrum íþróttum, því
að fólk fylgist með og því líður svolítið eins og gengi liðsins og núna þegar gengur svona vel þá eru allir bara, finn ég bara fyrir rosalega jákvæðin og bjartsýn og það þetta gott. Já. Og kannski frábært líka að sjá þarna 2 landsbyggðarlið í efstu deild kvenna. Já, ég velti þessu svo sem aldrei mikið fyrir mig, hvort þetta sé landsbyggðarlið eða liða sunnan eða eins og menn fara út í líka að velta fyrir sig sko, ég meina, það svo mikið útlendingum í liðinu eða aðkomumennum og allt þetta sko. Ég sjálfur búinn að þurfa að ganga í gegnum þetta þegar ég var sjálfur í íþróttum á sínum tíma. Þegar ég spilaði á Húsavík, við vorum þó nokkuð margir aðkomustrákarnir sem komum þangað, en við fengum tækifæri ásamt heimamönnum að lyfta svolítið bæjarlífinu upp og það var alveg ofboðslega jákvæðni og ég man hvað það var gaman í samfélaginu Húsavík þegar það gekk vel í fótboltanum. Og svona gerist þetta all land og þetta gerist þetta líka í hverfum Reykjavíkur. Já. Þannig að til dæmis bara eins og þeirra gengur vel hjá Fjölni eða eitthvað, þá líður öllum rosalega vel í Grafarvogi sko, eða Fylki í Árbænum og svo framvegis. Sko. Nákvæmlega. En sem sagt, Akureyri, 155 ára frá því að kaupstaðarréttindin voru í höfn. Við bara gleðjumst og samfögnum okkur sjálfum og öllum að því tilefni. Að sjálfsögðu og við höfum aldrei litið betur út.